Veit samt að Villi sko að Halló. klippa hana núna sko. Já, upp á nýtt. Það Ertu going live eða? Já. Er þetta sama, á sama link eða? Held ég ekki. Já, það kom neini eftir alltaf einhver. Hver er munurinn á gaming og eitthvað? Því það bara eitthvað app. Gaming, er það einhver hommi frá Kína? Djössins. Já. Þetta mjög vont. Maður veit ekki. Já. Já. Hvernig getur svona, maður hefur séð svona livestream sem byrja bara svona, Já, það svona já, velkomin hér. Skabidú. Hvernig er það hægt? Þeir eru með Jamie sko. Já, Púlðu reyndar þér upp. allir. Já. Púlðu þetta upp, Doddi. Ég er hjálparlaus til þess að ég er með síma, ég get púlað eitthvað upp þaðan. Herru, Ok, herru, þarna getur þetta virkað sko. þú mátt posta þessu. Já, ég ætla að byrja á að senda þér á bara. Nei. Það er komin mynd. Ég held við séum í mynd. Ég held við séum. Ég held þessum ég mynd á hljóði. Já, herru, Heldur betur. bara byrjum þetta. Við erum Doddi, Já, blessaður, velkomin í þáttinn. sælir. Þátt nummer 9. Working title er Ginger Mullet. Já. Það hljómar svona vopp. Það er eða svona codename fyrir eitthvað svona. Já, það er mjög gaman að lesa svona declassified CIA skjöl. Já. Svona gingerbread. Það er svona, oh shit. Operation Ginger Mullet. Það væri alveg svona, Ginger Mullet has been mobilized. það væri, þú veist, þú erði glaður að það væri ekki á, þú veist, opinberiskrá. Já. Að það væri eitthvað svona special ops verkefni. Þú verður held ég bara glaður að þú verður eitthvað svona 3-star general in the Operation Ginger Mullet. Það er eitt sem ég heyrði sem eitthvað til þess satt. En að það sem sagt Secret Service codenameið fyrir Trump sé Pumpkin Pie. Nei. Oj. Nei. Pumpkin pie is landed. Pumpkin Pie. Pumpkin pie. Það er Það er ógæslega fyndið. Ég vil ekki, það hræði mig hvað Obama var þá, eiginlega. hann hefur verið Hot Chocolate. chocolate. Hot chocolate brownie. Já. Actually Kenyan. Ég held að það séu sko Actually not Kenyan. Ég held að það sé ruthless vinnustæðagrín í leyniþjónustinni. Nei, klárlega. Það er bara, ég held að það sé engin fyrir Ég held að það sé líka alveg svona morbid, eða svona pínu morbid en mjög gott grín. Þetta er sem að hlusta á fólk sem er svona EMTs, svona sjúkraflutningamenn í Bandaríkjunum. Já. Þú verður bara að grínast. Eða þú verður að djóka kallinn sem splattaði. Eða Já. eitthvað. Ætla líka, þú veist, þú eru búin að gera þetta nógu lengi. Það held ég að þetta verði líka, þú veist. Bara eins og Þetta er svona- bara þegar við lögðum parkettið þarna. Það var Já. Eða þetta er líka bara svona hálfgerðina þerapía, kannski. Svona maður státna það að kallinn sprakk í umferðarteppinu. Nei, ok, ekki. Það er mjög vondust það til að springa í umferðarteppi. Er það ekki, hvað er það að tala um? Sjúkraflutningamenn. og fólk sem að springur svona í umferðartepp eða þú veist, Eða þú veist, eða þú séð það. ég er að segja svona, þetta er svona, vá, við verum að bakka smá. Ég veit ekki Mér hvernig við erum að finnst gera þetta mjög sko, mér hræðilegt að vera að tala um þetta því að það var bara svona að gerast bara daginn á miklu brutinni. Nei. Ha? Já, Nei? jú, Ó, svona gæi sem fór í parta bara. shit. Já, Þetta er Ah. topical. Við vorum að reyna okkar best að vera minnst topical þáttur í heimi. Já. gekk ekki hana. Nei, þessi lendi bara. En í aðra salma. Já. Ég horfði að Cannibal Holocaust daginn. Já, Herruðu, intro-lagið. Sturla. Sturla lag. Og það er svona, þetta er svona eins og intro-lagið því minnum er svolítið á intro-lagið í Twin Peaks að því það er svona, það er svona nostalgi eitthvað sem er ekki. Já, þetta er líka svona situr tón sem að er ekki. Er ekki rétt. Já. En er samt, Eða þú veist, er þetta ekki, hvað Hann er réttur af því hann er- Resort Orlani held ég að við samið lagið endilega kíkja á. Cannibal Holocaust theme eftir Resort Orlani. það var Já, svona mjög eerie
Já, ég kláraði hann ekki sko. Nei, Ég horfði hann að spjótkonan. Það er mjög og líka hljóðu þegar sem kemur þegar þeir eru svona berjagörn til döða með stein. Já. Blú, blú, blú. Blú, 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 blú. Það er skelfilegt. Það ákvað bara einhverja og síðan kemur svona synthablúma eitthvað þegar að allir Já, eru murkaðir. það er vond sko. Ég líka hef verið að horfa á þú svona hryllismyndir síðan Já, eftir að horfa og það er bara, þetta er búið að eyðileggja horror fyrir mér. bara, Ég veit sama hvað stekkur svona út næst að það verður ekki já, verra en þetta. Já, talandi hryllingsmyndir og ég vil að thrillerar séu kallar hryllingsmyndir. Já, af hverju ekki? Mér finnst það bara ógeðslega gott íslenskt orð að kalla það hryllingsmyndir því að það er ekki hryllingsmynd en þetta er samt alveg í áttina. Mér finnst að trillingur ætti að vera viðurkennt genre. Já, trillingur. Þetta er Trillingsmyndaháttíðin, þú veist hversu cool. allir myndum þetta. En þú veist talandi, við vorum sko að tala að horfa á myndalegt skegg sem voru komið með Bergur, segir Andavari. Já. Takk frá Bergi. Við vorum búin að tala að horfa á vondar myndir og tala svo þær í þettinum. Já. Eins og Alien sem var bara óvart vond. Við erum ekki að fara að tala hann aftur í 3 klukkutíma. Svo var eitthvað svona In the Mood for Love, einn besta mynd sem við séð. Já, hún var góð. Við gátum ekkert sagt hann. Það er mjög erfitt það er erfitt að tala lengi góðar myndir, en það er mjög auðvelt að tala vondar myndir. Já. Af því það er svo það er líka bara meira bandir, það er meira svona skilur meira svona flip. Eins og þú veist, bara maður segir meira við fólk þegar það dettur á rassinn heldur þegar það gerir eitthvað cool. Já, ef þú myndir gera backflip þá myndir ég bara, þú veist eitthvað, já. Þegiðu. Fuck that. Heldur ég geti gert backflip? Og síðan gerur backflip og brýtur það á hálsinn og allir myndir bara svona. Það eru margir mánuðir af umræður. Já, Kannski nákvæmlega. geta að gera þetta svona. Þú verður að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Já, ég var að pæla í hérna Get Out, horfðu það einhvern veginn á Get Out? Get Out. Ég horfði ekki á hana, en það er mjög margir búin að segja mér að gera það. Nei, veist, þetta er svo fyndið, maður byrjaði svona og ég er svona, já, þetta er svona mynd. Svona eins og ég vissi það. Svo er ég bara svona, fuck, þetta er ógeðslega góð mynd. Djöfullinn, ég er bara svona, við vorum pínu pirraður. Já. Eða við séum svona, Ég hef verið plataður. já, Get Af Out. því- Hvaða mynd er það? hann Jordan Peele, ekki Jordan Peele heldur. Því ég er ekkert að segja nöfn á okkur fólki við mig. Þetta er Hvað annar meinarðu? gæinn í Key & Peele. sem að Já, gera þetta sko. ok. Og hann er það er mjög svona skemmtileg hryllingsmyndareferens í myndinni mjög svona fagmannlega sett inn og svona, já. Eru allir reyna búin að sjá nýja Star Wars? Nei, ég ætla að fara á hann í gær en ég var veikur. En ég ætla mögulega að fara á hann á morgun. Við segjum við förum í bæinn á morgun í rússneska sendiræðið til Ingolfs frænda, sjáta til Ingolfs frænda og á Star Wars. Ég held að það sé mjög góð. Ég ætla samt að fara með Sindra á Star Wars en ég nenni ekki að gera alla þessa hluti með honum líka. En þú veist, Þannig hann nennir örugglega ekki að gera þessa hluti með okkur. mér er alveg sama. Þá kannski ferð þú að gera þessa hluti og ég kem síðan í bæinn með Sindra Já. og Star Wars. Já, þarf maður ekki að svona panta tíma í rússneska sendiræðið? Er það ekki svona eitthvað? Hljómar það Ég ekki? bara hef Nei, aldrei veist, hljómar það ekki eins og rétt? Já. Tolstói, þú ættir að vita þetta. Þetta er eins og Ég er gleyma að væri það. Já. Já, Jú, þú þarft að banda tíma hjá okkur. já, það svo fyndið ég hérna af því ég var að reyna að fá vísa til Rússlands og ég fekk hérna vinkonu mína til að ringja. Eða veist, ég ringdi og svona, ég giska þessi símsvari og ég svona minni svona vera patsjaður í gegn til einhvers rússa og ég þurfa eitthvað svona að spjalla á hann. En það var bara svona, ég ringdi svona Privet og ég bara svona eitthvað svona kall, bara eitthvað svona dimmrataður rússi byrjaði bara svona að tala og ég eitthvað tala eitthvað, shit man, það var ræðilegt djúðlar ég hræddur. Rússar geta verið mjög ókveikjandi þegar þeir Já, setja svona í sig
Ég fekk einmitt, ég horfði á mjög vondamyndum daginn. Nú. Ég horfði á einna Baywatch. Nýju? Mér fannst hún bara mjög, þú veist, Zac Efron eitthvað svona að verða, hann að verða of massaður fyrir lífið, fyrir allt tilveruna, og ég orðinn pínu hræddur hann. Hann þetta er svona, þetta er bara alltaf mikið og mikið að því góða. Já. En þessi mynd er bara svona eitthvað og það er svo fyndið, þetta er svona mynd sem að læta mann hugsa, hvernig getur þetta verið 2 klukkutímar og þessi mynd verið 2 klukkutímar, eitthvað svona, þú veist, geðað góð mynd sem er svona vel, svona gott tempo í myndum stundum. Ég næði stundum ekki. Ég veit ekki hvernig svona vondar myndir geta verið jafn langar. Herðu, strákar. Já. Það eru tónleikar á Vitakaffi núna klukkan 5. Við erum eiginlega að missa af þeim. Hvað tónleikar Kristinn Bragi hérna, vinur okkar. Já, sjátt á til Kristins. Já, hann er búinn að vera í Berkeley í námi núna. Kom hingað að halda jólatónleika. Vel gert. Það minnst leiðilegt að vera ekki þar. En hann er með kakó og svona á boðstólunum. Hann er að fjármagna námið sitt með þessum tónleikum. Já, við getum samt alveg svona pluggaðan fyrir öllum 3 manneskjum sem er að horfa. Já, allir 3 fariði, hættið að horfa. Allir 3, þeir, ég veit að flestir áhlustundur okkar búa í Njarðvík, en þeim megið samt alveg fara á tónleikana. Nei, hann kemur kannski þangað, ég veit ekki, hann er að túra eitthvað með þetta. Já, getur verið. Já. Ég sá að hann er að spila okkur fleiri stöðum. Já. Hann er að spila stikki svo með okkur líka. Já. Það er þetta lengra frá Njarðvík. Má kalla fólk sem útskráð staðan berklinga? Já. Nice. Þú átt að kalla. Eða berklar. Æ, það er svona, það er ljótt. Hann er berkil. Já, shit maður. Berklanir maður. Bring back berklar maður. Einhver. Er eitthvað hashtag að noti sem við getum fengið fyrir þetta? Það er, ég hef hitt ótrúlega mikið af fólki sem hefur verið inn á Berkla spítölum. Svona í alvörunni fyrir Já, bara sem var, þú veist, í Berkla faraldrinum. Það var bara eitthvað svona inni á svona einhverju stofu með 40 öðrum sem allir að berklast. Af hverju? Eða af hverju? Ég veit það ekki, af hverju þekkir fólk sem svona mikið af fólki? Ég veit það ekki, bara svona flestir yfir 60 sem ég hitt hafa verið á Berkla. Þú veist, náttúrulega voru allir á Berklaspítala bara. Já, bara svona standard. Já. Það var félagsheimili í gamla. Allir sem að þú talar ekki við, sem eru dánir og voru á Berklaspítala, þeir eru dánir, þannig að þú talar ekki við þá. Já, það er þetta rétt. Það er rétt. En hvað hét lagið, Ginger Mullet lagið? Smoko með The Chats. Smoko með The Chats. Ég myndi bara að mæla með að hlusta á það meðan þú hlustar okkur. Já. Það er erfitt, en eða bara eftir þegar búin að það eru til tabs. Opna nýjan tab og já, en þú veist, það er svolítið vont að vera að hlusta á það og hlusta á það. Já, það er þetta rétt þar. Sorry. Damn it. Okay. Þú veist, það er ekkit það er engin bráðnauðsyn í laginu, skilur. Nei. Upplýsingar sem þarf að fá núna, en við erum alltaf með upplýsingar sem þú verður að fá núna. Já, það er rétt. Við erum það. Já, ég var að segja við á hana svona, við vorum að tala svona hvað, það spurði mig einhvern daginn hvað er þetta podcast? Og ég bara svona þetta er ekki neitt. Þetta er bara svona samtal sem þú svona, þetta er svo að vera á kaffihúsi og myndir svona hlusta á næsta borð, spjalla saman. Og mér finnst það mjög gaman. Mér finnst gaman að svona fólk skoða. Já. People watching. Svona. Mér finnst það best svona þegar fólk er leiðilegt. Svona í bónus. Það er svo vont. Og það er einhver með sko rifin 500 kall og ætlar að nota hann og hann veit alveg hann getur ekkert notað hann og er svona að ömurleikast við einhver svona 15 ára stelpu sem er svona ég fælu svona ég er ætlað að vera með svona þjónustu fyrir sko
fólk sem að er leiðilegt og að því Já. að fólk, ég var búin að segja frá þessu Já, hvernig virka þetta? sem sagt fólk sem að er leiðilegt og hefur svona mikla þörf fyrir að vera leiðilegt Já, að tengja það við fólk sem þarf að vera leiðilegt en getur það ekki Já, eins og þú ferð út að borða og færðir hambúrgara og stóra franskar og Já. færð bara miðlús franskar og þú ert Æ, aldrei að fara að segja eitthvað heyrðu hérna, ég pantaði en já því þá getur þú farið í appið og bara blúp og þá kemur bara einhver gaur sem er bara elskar að vera leiðilegur og fær þá útrás já, og þú færð franskar. já, Mér finnst það mjög góð nótkun á leiðilegu fólki. já Það er eiginlega bara það verður geðveikt samt, þetta er ógeðslega sniðugt bara svona þegar þú þarft að ringja í hérna þú veist, á bæjarskrifstofuna já, já, að biðja að láta færa lögheimilið eitthvað eða þú getur Já. þetta gert þetta alltaf á netinu núna en þú veist, ok, að ringi upp í fæðingarorlofssjóð eða ringi í lín að þú veist, Herðu, það væri bara, þú væri með fólk í vinnu þú bara borgar eitthvað svona þú veist, fyrir klukkutíman já. 5.000 kall á, það er kannski alveg svolítið mikið 5.000 kall á tíman. Já, veist, ég væri til í að borga einhverjum 5.000 kall á tíman fyrir Já. að tala við lín sko. Ég held þessi líka mikið að fólki sem myndi gera þetta ókipis bara að fá að vera leiðilegt Já, Já. klárlega sko. Og líka það er allt öðruvísi eða þú ert bara að vera leiðilegu fyrir einhvern annan já, já, þá Já, er þá- það meira leiðilegur meira þess að Já, þú ert með tilgang Já, í leiðileikanu þínum. já, það er eins og alltaf þú ferð að kaupa þú veist notaðan bíl Ah. það hefur einn gæja með þér sem er bara svona þarna til þess að vera já, leiðilegur bara svona, Til nei, að þú, já hvað er þetta? tala um hvað þessi bíl er ónýtur Bara svona, já, það er nú afsláttur út af þetta já, Já, þetta er Hann nú keirður svolítið mikið, hann nú keirður svolítið meira heldur en að stóði í auðlýsingunum með þess já, já. Já, það er svo fyndið það er hann Ricardo, sjáta til Ricardo þú veist, La Colina í Borgarnesi geðu auka pítsur Good place to be good place to be hann er mitt svona hann heyrði að ég var einhverjum vandræði með eitthvað tölvuvessin og hann bara svona please Lifðu mér lefðu mér og hann og hann er svona gaur sem bara svona hann nær sínu fram í svona hlutum Já, já. og það er eiginlega bara ótrúlegt hvað sumir eru góðir í á svona, já, nei bara svona sneiða fram hjá svona blaðaríkis bjúrokrasi í rugli það er gott skill til að hafa og ég meina það er svo fyndið ef maður hugsa á því það, ef maður væri bara svona aðeins leiðilegu stundum Já. hvað maður myndir þú veist, geta Sumir leiðilegin á lengri lífinu en aðrir sko. já, en þú veist, það er alltaf bara þetta veltur svolítið mikið á hvernig lífið þú Hvað- vilt lifa Og hvað viltu skilja eftir þig, skilur já, viltu skilja eftir Scorch Earth Já, með 500 kall eða viltu vera fucking nice skilur með engan Ég- 500 kall með engan 500 kall Ég er einmitt búin að vera í átaki núna sko að vera meira leiðilegur Já, að það hefur alveg verið vandamál hjá mér að ég er ekki nógu leiðilegur já, þegar ég þarf að vera leiðilegur já, já, það er líka svona, þú veist, eins og það sem við erum allir búin að læra hérna, kveikmyndi gera og svona, ég held að þú þurfir að vera bínu svona, ég held að fólk átti þess ekki á því að Já. hlutum, Það stundum þarf að geta verið leiðilegur já, Það er svona Já, ég er samt búin að þú veist, í minni vinnu til dæmis þá er ég búin að átta mig á að ég get ekki verið leiðilegur eða ég get ekki verið jafn leiðilegur ég vill vera Já, nei, af því að þetta er svona eins og að vera í sko, einhverju svona þjónustustarfi þar sem þú ert að vinna í búð já, þú veist, þú mátt ekki vera ákveðið leiðilegur við viðskiptavinniðina já, já, já. það er sama sem stjá mér, ég má ekki vera ákveðið leiðilegur við nefnendur kvikmyndaskólans en það er ekkit það er ekki ástæð til þess endilega ekki alltaf stundum vill ég vera alveg leiðilegur en ég átta mig á því að ég, þú veist, fæ ekkit út í því að vera leiðilegur annað Já. er mögulega svona kvörtun já, fæ svona kvörtun í eitthvað og það kemur eitthvað svona herðu og svona svolítið leiðilegur við þennan hann æ, ok, sorry maður já, hvað starfi máttu vera ok, flugvalla eitthvað bara ef þú ert iðnaðum ef þú ert verktaki og það var bara ekki þak á hversu leiðilegur jú, það er alveg þakað en það er miklu hærra Já, þú veist,
bara eitthvað, klukkuna 12 ég er farin heim eða ég er búin að vinna í þetta marga tíma ég er farin, bara nei, ekki, jú bara þeir. Þetta er mjög svona gott dæmum svona, ekki vera leiðilegur en bara svona að ákveðin. tala Já. stundum eins og þú veist þegar ég var eitthvað í jarðfræði eða eitthvað í FFA og ég eitthvað svona herðu, ég veit þetta er pínu svona ambiguous svar, þetta er svona pínu svona laust svar hjá mér en ég áli skilja hærri en þetta og hann bara svona já, ok og bara hærri einhvern og ég bara eitthvað já, og bara svona já, þetta er hlutur sem þú mátt gera herru, þetta er nákvæmlega eins eða veist með, ok þetta er kannski ekki alveg nákvæmlega eins en úst, eins og svona hlutir að því ég úst bara að því ég var nú að taka mér fæðingarólof já, og hætti í því að því að fekk ekki nóg penning já, en svo komst ég að því að þetta er óslega skringilega að reikna út þú veist, hvernig þú færð fæðingarólof ég skil það er eitthvað svona þú veist, þú verður að vera búin að vinna í 6 mánuði en svo er reiknað hvað það fær mikið í laun 12 mánuði fyrir þetta 6 mánuða tímabil sem þú þarft að vera búin að vinna já, og það er semst þannig að ef þú hringir upp í fæðingarorlofssjóð og svona herðu, væru til ég að reikna launin mín bara af þeim mánuðum sem ég fæ greidd laun já, ekkert mál en ef þú gerir það ekki sem ég gerði ekki af því að það var enginn sem sagði mér að það var að gera þetta þá var bara svona herru, já, þú varst með hérna vannst 4 mánuði af þessum 12 mánuðum og varst í skóla hérna þá var þú 70.000 greitt í laun Það er briljant. já, það ef þú hringir og svona herru, ég vil hafa þetta svona Þetta er eins og, við vorum að tala um þetta allt þetta verkfallsdæmi på flugvöllum og svona já, þú veist, það er að tala um svona smáaletrið þú veist, þú átt rétt á þessu þú veist, það er alltaf sagt, já, þú átt rétt á hóteli ef það er blablabla seint þótt það sé alltaf eitthvað svona, nei, það er hitt flugfélag sem sé, eitthvað, bull en það sem fyndið, ég er svona, en þú ert þú veist, þú svona, þetta svona tikka svona, ég samþykki notendaskilmála það er allt smáaletrið þarna í einhverjum tikkassa ekki að maður að fara að lesa ekki um það og þú veist, þetta er svona sem er verkalýðsfélag það er stundum svona, þú veist, það er náttúrulega lögrendar, manni hvort það var eða það er alltaf lög um það að þú þarft að upplýsa fólk um réttindi sín já. Ég veit ekki af hverju það er ekki meira bara í hlutum það var, veitu, það voru jafnaðarkaup nei, það er ekki til, vinnir það var eitthvað sem það voru eitthvað reglur ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var en það var eitthvað varandi það að svona skilmálar já, sem þú þurft að lesa í gegnum eitthvað svona rugl já, að fyrir eða svona net skilmálar og allt svona eins og á Facebook og svona það er búið að setja ykkur á reglur að þú verðir að hvað það gera að þú verðir að hérna hafa svona samantekt af helstu hlutunum svona, þú verður að stytta það þú verður að geta sett textaðin í eitthvað ákveðið langt skilmála textaðin ættu við ekki veist, já, ég veit að ég man ekki hvort það sé ég veit að orðið reglur eða hvort það sé eitthvað sem að stendur til að verði reglur ég veit að, ég mani þetta að gera þessum daginn eins og með Google þeir gerðu það, þú veist eitthvað, við erum búin að uppfæra bla 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 og þeir setja þetta alltaf bara svona í 4 efnisgreinar til dæmis bara svona þetta breytist og Google, neðan að Facebook gerir þetta líka eitthvað svona, eða breytt einhverju þá gera þeir einmitt svona summað upp það ætti klárlega að gera það ætti bara að vera þannig að þú getur ekki sett skilmálina í þú veist undir 10 setningar eða eitthvað já, það er margt sem mætti gera þú hlýtur að geta tekið á saman í eitthvað svo leiðis já, það er svo margt í heiminum sem er ekki nógu mannlegt skilur þú margt svona pólitískt tengt sem bara svona það er, þú veist, þetta er ekki áþreifanlegt þetta er ekki nógu áþreifanlegt
notendaskilmálar er eitthvað sem þú veist, það er lesa engin Það ja, veist, sorry bara ég hef einu sinni reynt það ég hef einu sinni svona, já, best að lesa þetta já. og ég gafst bara upp Þetta er nú meira svona afsala ábyrgð á hlutum meir en eitthvað fyrir þig þetta er það, Þetta er líka bara svona skrifa til að vera djargin já Ég var geðvikt, ég voru einhvern tíma með eitthvað svona skitt, þá fengum við lögfræðing til að lesa í gegnum þetta Hvað er það, máttu ekki rísa upp hérna dauðu og þetta er bara kjarn okkur styrjöld og eitthvað í iTunes þar að segja Máttu ekki nota þetta forrið til að bla 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 en ég meina setur þú bara 50.000 blaðsíður bara til að vera viss eða þú veist gerur þetta í gríni eða er þetta eitthvað vinnustæðaflip er ekki einhverjar aðra reglur líka sem kofvera það ef þú notar iTunes til að búa til að auðga úr hann er ekki einhver önnur lög sem að kofvera það Ég held þú sért komin yfir nokkra línur það sko Ég var að pæla í þessum daginn ég man svo illa eftir þessu en ég man samt svona að þetta hafi gerst á Íslandi það var eitthvað svona það fannst eitthvað svona sprengja niður í miðbæ munið eftir þessu pappakassi með sprengju Já, rámar þetta sem bara gerðist og enginn talaði nokkuð tíman aftur og þeir eru eitthvað svona sem betur fyrr, það voru ekki til neitt lagarami fyrir sprengjur Við höfum aldrei pælt í þessu þetta er eitt af svona skiptunum sem svona við glemdum að taka þetta úr eða við glemdum að setja í þú mátt myrða Tyrki þóttir hafa aldrei gert neitt hvað var 86 eða eitthvað sem bara lögdræpir máttu bara löglega þú veist, þetta bara herru, þeir voru réttdræpir þetta kebab er kalt bara, þú ert á hálum ís vinur nei, ég er ekki frá Tyrklandi ég er frá Allsýr, ok þá er þetta allt í lagi helvískur nei, eitthvað svona við erum alltaf bara svona, tókum Grágás eða eitthvað svona lögbók og bara svona, þetta er nú það er líka með þess að það sagði mér einhver sko, það væru ennþá gildlög eða þú veist, tæknilega séð eins gild og Grágásarlög geta verið í dag að sem sagt, ef þú ert svangur þá máttu veiða þér til matar inn á annars manns landi sem jafngildir einninni máltíð þýðir það börnin hjá einhverjum? það er örgulega kross ykkur lög já, ég meina, það er annar mál samt eins og að trykkilsjöður réttæpir mannfólk er ekki réttæp skilur, þetta krossar þetta er ekkert eitthvað svona æ, nei, hann slapp, nei en það náttúrulega gerðist líka eins og það var strákum með handsprengju seinni heimsstyrjöldinni sem var virk Benni það var ekki þetta eitthvað, ekki að þau myndu gera það en ef þau myndu vilja kæra fyrir það þá var held ég engin lögum vörslu á handsprengjum heldur og það er svona ég er bara svona, akkur settu ekki bara eitthvað svona reglífa lög yfir þetta bara eitthvað svona, engin sprengi ekki sprengja bara eitthvað svona grein 182 ekki sprengja fólk en mér finnst það að finna þetta er svona, þetta gerðist og ég man svona, herðu, sérsveitin hérna bara losaði við þetta hún sprakk, hún virkaði samt ekki alveg og svo bara talaði yngri þetta svo bara eitthvað tala þetta með þess að þeir í bæ ég er að reyna að finna þetta þetta er þetta langt síðan varst ekki, þetta var eitthvað svona eitthvað svona fyrir utan alþingi eitthvað bara eitthvað svona ég man bara svona eftir þessari þú fyrirsögnu eitthvað þetta er eitt af þessum hlutum sem svona ok eitt líka það verðist bara svona að var að lesa sprengjur eitt sem ég var aldrei búin að pæla í sko var að lesa sem sagt kjarnorkusprengjur og var ég í einhverju svona kaldastrís Wikipedia flipi og er eitt sem ég var aldrei búin að pæla í að í alveg svona þú veist góðan tímagluga, hvort það var einhver árið eitthvað voru sem sagt Bandaríkjamenn eina þjóðin í heiminum með kjarnorku já og við komum svo ruddalega nálægt því að verða bara svona ameríska heimsveldið það var bara svona, þeir hefðu bara þurft að bara svona já, takk, þetta, fyrir ekki og það var
var farið á stað, þú veist, náttúrulega NATO og saman í þjóðin eitthvað svona afvopnunar Nei og það kom eitthvað svona, já, síðan bara tökum við allt úranið og plútaníum og setjum það á Jan Mayen eða eitthvað og síðan bara skilum við sprengjunum. Þá koma rússarnir svona, en við bara skilið sprengjunum ykkar fyrst. Já. Og síðan bara, nei, síðan fór allt í skatt. Það er mjög gaman að lesa í gegnum svona næstum því skiptin. Eitthvað svona, það var sett svona training CD í allt kerfið þar sem það fór allt í gang og þeir eitthvað svona, hérna Færi að sprengja okkur. Þetta var eitthvað svona fáranlegt scenaríu líka til að það væri ekki eitthvað svona, til að þú getur ekki ruglast á þessu. Þeir hafa bara báði leiklan komin í, þetta var bara þar. Svo var ekkert Ján með, ég man ekki, það var Jeltsín eða einhvern anskotir sem var bleikaður og svona eina daginn sem var ekki bleikaður og það var svona, já, hann var með rauðan takka á skrifborðinu sínu. Það var bara svona þannig. Já. Já, og þeir voru að mæla einhver norðurljós yfir Noreg, ég man eftir því, þeir held að það veri, þeir glemt að láta vita því. Já. Skutt einhver svona hæða gerfinhattatungli eitthvað lághæða þú veist eitthvað svona, eða svona ekki, þú veist hvað maður kallar þetta? Low orbit eitthvað, Ion Cannon. Nei. Þeir heldur það og þeir bara svona, glemtum að láta ykkur vita. En mér finnst samt það er ekki gott. Það er rosalegt þannig í það Jamie Oliver Jamie Oliver political scientist er að tala um kjarnorku sælóðin í Bandaríkjunum. Bara svona, hvað þetta er fucked. Það gæti bara næstu í hver sem er labbað inn og bara svona þú veist, varsla og rugglit á bara eitthvað, þú veist, eins og rússar það var sagt að þeir hafi varið kartöflin sinna betur en úrinn í með sitt. En það ekki villust. Það er líka svona sem sagt, sem maður pælir ekki er svona, það er alveg jafn mikil hætta á kjarnorkustyrjöld núna og þú veist 1985. Já, en það er svo mikið í dag eitthvað svona, hvernig lefum við þess að gerast og síðan svona, lítið á Kanaland, hvernig lefum við þess að gerast, Tyrkland, hvernig lefum við þess að gerast, Mið-Austurlöndin öll, hvernig lefum við þess að gerast, Norður-Kórea, hvernig lefum við þess að gerast, allt í Bandaríkjunum er fokki, hvernig lefum við þess að gerast og ég er svona, djúvildur við fokkt. Eða þú veist, það er eiginlega ekkert gott að gerast þetta. Líka svona, við förum aldrei tilbaka yfir í ekki kjarnorkusprengjum. Það er verst. Þannig að svona nei. Þetta er bara svona leikur sem við þurfum að spila þangað til við springum í loftu og meðan við springum ekki þá erum við að spila. Basically. Ég veit að maður. En það er líka bara eins og var að gerast núna í Sádi-Arabíu. Þetta var svona, já, yippie, þú veist, krúnuprinsinn, bara eitthvað svona, það er eitthvað svona brjálað corruption í gangi og ég ætla bara svona að reka það alla sagt út, svo veist, dómsmálar á þeirra eða whatever, og þennan og ég bara svona, þið vitið samt að hann mun bara svona, ég skal bara gera þetta. Það er bara, ég bara svona, eru það að grínast eða er þetta djók eða, þetta er ekkert gott, þetta er ekkert bara eitthvað, ég skal sjá þetta. Strákar, farðu úr eldhúsinu, ég skal sjá þetta. Þetta er svona ekvivalent að því. Það er eins og það kom hana í fréttunum eitthvað svona breakthrough að þú veist, konum ætti keyra en þú veist, þar með að samt ekki fara úr landi þannig að þær með ekki keyra neitt í burtu. Það með að keyra svona ok. Já, það verður alltaf að setja í bakkir. Ef það koma að landamærunum þá verður alltaf að setja í bakkir. Þetta átti að vera eitthvað svona bakýrbrandari held ég. Þetta er kannski bakýrbrandari. Það hefði ekki verið einhver bakýrbrandari þarna. Það var möguleiki að því. Hann er farinn. Þetta er allt live. Það er að versta við þetta. Við höfum getað klift þetta saman allt og fínt. Já. Ég vil eiginlega koma inn og sjáttáti á Róbert Magnússon. Róbert Magnússon. Hann er greinilega að hlusta sko. Hann var að spyrja mig hvort það væri kveikt á mæknum að stodda. Er ég úti? Ég veit ekki. Hann sagði samt eitthvað meira hérna. Ég skil. Hann er bara right
right megin. Hann hefur kannski bara verið með headphone öðrum megin á og ekki heyrti þér hann. Tala þú bara út af því. 1, 2, 2, Þú ert allir að koma inn. Ég er alveg Þú ert alveg með. Ég er allt í öllu. Já, við erum að taka upp alls konar. Herru, þetta er allt í góðu. Já, bara blessaður Robert. Hann verður bara að hlusta með báðum eyrum, hann Robert. Já. Það er betra. Ég líka eitt sem ég var að ræða daginn með bróðum minn. Já. Að svona ég var að fara heima að gera sko DFD bunkan. Þú veist þegar það voru bara svona til stockpile af DFD myndum og síðan horfðum við bara á DFD myndina þínar. Já. Og varum að tala, þú veist, það eru svona ákveðna myndir sem við horfðum á bara svona oft. Já. Og svona það voru til alveg endalaust einhverjum myndum. En myndina sem við horfðum á bara, þú veist, svona einu sinni í viku eða eitthvað. Já. Og það var sem sagt, það var Die Hard 3. Já. Og það var sem sagt Tokyo Drift, eða Fast and the Furious Tokyo Drift. Shit. Það voru þetta koma aðeins hérna, sko, áður en við fengum hana þá var Too Fast, Too Furious, síðan Tokyo Drift og síðan var þarna, hvað heitir hún aftur? Mel Gibson myndin hana Bird on a Wire. Bird on a Wire, já maður. Það var svona Já. Ég horfði alltaf á Vaffa S, sko. Já. Ég horfði alltaf á einna Joe's Apartment. Joe's Apartment. Það verður hort á hana. Nei, þessum kakkalakkanar byrja allir að tala við hann í einhver svona ógeðslegu slum, Lower East Side, New York eitthvað. Það var alveg bara svona uppáhald myndið þín. For real, geðaugmynd. Við horfum þetta mjög oft á hana. Og það sem fyndið á Vaffa S-bólinni þá svona flikkaði hún stundum út og einna Last Action Hero með Arnold Schwarzenegger poppaði henni í staðinn. Af því að það hefði verið tekið upp yfir hana og svona já, hann er hann. Mér finnst mjög óþægilegt í Last Action Hero kom hún út eftir Terminator 2. Já. Jú, það ekki. Ég vona það, því það var mjög ógnarlegt að sjá lögreglumannin í Terminator 2 byrtast í Last Action Hero. Bara svona í karakter. Hann lappar sérst út úr lögreglustinni og er bara svona liquid það er klárlega cameo. Já, það er svo geðvægt að líka að þú veist Stallone sem Terminator í myndinni. Já, mér finnst það svo eitthvað svona fucking cool. Já, fuck maður, við vorum að horfa á ég var að horfa á þess að við erum að klára, ég held við höfum klárað Jean-Claude Van Damme katalógin en við vorum ekki búin með hann og horfum inn á Lionheart. Já, bæði geðveik plata með Kate Bush og geðveik mynd með Jean-Claude Van Damme og þetta er svo mikið rugl. Alla myndir sem hann skrifar eða leikstýrir sem eru nokkrar eins og The Quest og Lionheart og fleiri þær verðast alltaf að byrja í löndum sem koma aldrei aftur fram í myndinni. Hann er svona í Lionheart að byrja hann í Norður Afríku og er eitthvað svona legionnaire. Það meikar ekkert sens. Hann er bara legionnaire í hernum eitthvað og hann er eitthvað svona I have to go see my brother og hann er eitthvað svona no you can't, you are in the army og hann er eitthvað I don't care anymore og svona hleypur út og þeir svona hey ekki og hann fer í svona jeppa og keyrir í burtu og þeir svona náðu hann og síðan fer hann úr jeppanum og lappar frekar á einhverjum ástæðum kemur að sjónum og svona ok fer svo eitthvað fiskibát til New York og fer svo bara svona 5 mínútum setna af bátnum í einhver svona undir einhverja brú það sem er eitthvað svona street fight í gangi hann buffar einhverja gauðra og þú veist rándóðskikkar einhverja gauðra fær bönsa pening og fær eitthvað svona get slick svartan mann sem agent fyrir sig í street fight bara dögum eitthvað og síðan restina myndin er bara svona get þema street fight bara þar eitthvað svona í sundlaug og þeir eru í svona sundgöllum svona kvenmannslegum svona sundbólum meina ég og þeir eru bara svona onni sundlaug og allir eru eitthvað svona veifa peningum eitthvað svo er eitthvað svona roller disco
Street Fight bardagi. Þetta er geðveik fokkin mynd sko. Hvað er að sjá þessa mynd? Þú veist, við þurfum að horfa á einhverjar Jean-Claude myndir sko. Ég bara, í alvörinni elska fokkin myndir hans. Herru, við erum að fá spurningu í þáttinn. Já, ok, bring it. Frá hérna Róberti Magnúsinni. Já. Hvað segir hann? Ég er að bíða eftir spurningunni. Já, ok. Hann spurði bara, má ég spurja? Já, byrja, ok. Ok, hann spyr, núna eru flugvirkjar í verkfalli. Já. Eru þeir ekki nú launaháir nú þegar? Það er nefnilega bara, þetta er Þeir eru að berjast fyrir lægri launum. já, Ekki? Jú. þetta er miskilningur hjá íslenska fólkinu. Þeir vilja finna bara, Flugfélagið er bara eitthvað, nei. ég vil gefa ykkur sæmileg laun. Ég vil gefa ykkur sæmileg laun. Það fela peningana. Já. Þú veist, Flugvirkjar bara vilja ekki taka á móti blóðpenningum frá. Nei. já, það er rétt. Það er rétt sko. Þeir eru að reyna að lækka fargjöld hjá fólki með því að biðja læri laun. Já. Við eigum flugvirkja ekki skil. Nei. En þetta er, þú veist, við vorum að tala um þetta. Þetta er ekkert bara eitthvað, hérna er eitt laun. Þú veist, þú færð ekkert bara eitthvað, hér er eitt laun, Gunnar. Og Jón, þú færð eitt laun líka. En eru flugvirkjar eru flugvirkjar Sumir Sumir eru flugvirkjar. Sumir eru á læri launum. Nei, eru á, þú veist, semja þeir laun sinni á flugfyrirtækinu, eru á okkur almennum flugvirkjataksta Já, hann Gilli frændi sem vinnur upp í hérna, hvað er þetta í Játblönduru, nei. Er það menna Gísli bróðina mömmu? Já. Hann vinnur upp í Álveri. Upp í Álveri, og hann sagði, ég vona svo að þið fáið launahækkun því þá hækka launin mín. Af því það er vísitölu tengt. Já. Þannig ég bara svona, þú ert að fara bara flugvöll núna. Það mótmæla. Hver ert þú? Það er líka orðið svona vísitölu tengt uppi í grunntangar enda líka. Já. Það er reyndar, það var ekki kallað vísitölu tengt, það var kallað tengt laununum hjá Álverinu sem eru vísitölu tengt. Ok. Ég er það, þegar, þú veist, já, ég held að þetta sé nú bara mismunandi. Þú veist, ég held að það sé, það er framhaldsskóla kennarar með góð laun. Já, og ekki góð laun. Þú veist. En þú veist, það lítur samt að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað viðmið. Þú lítur bara að vera annarkort ertu besti flugvirkin. Já, færðu þá meira borgað heldur en versti flugvirkin. Já, Þú semur þín laun sjálfur samkvæmt því, eða? Er þetta ekki bara þú ert með einhvern, þú veist, flugvirkjataksta og sem bara eftir þú búin að vinna lengur þá. Já, herri launaflokka eða eitthvað. Ekki. Hérna er einhver að skrifa eitthvað. Herðu bland með laun flugvirkja. Það er alltaf gaman að finna einhvern að blanda því það er oft. Ef við ekki að fara inn á það sem engin sem engin viðurkennir og bara byrjunarlaun er 318.000 eftir 5 ára nám. Mér finnst það nú ekkit. Það er skýðu ingenting. Þetta er svona 2014, ég veit ekki hvort það sé búið að hækka eitthvað síðan þá. Ég myndi ekkit búast við því. Ég meina, við vorum að tala um að það er alltaf flugmenn sem er ekkit með frábær laun. Meðalaun eftir 10 ára starf miðað við 8 tíma vinnu Bara 8 tíma? Það er gott að vera með 400 kall á 8 tíma vinnudag. Ég myndi segja að það sé bara Hvað er að þessu fólki? Andskotin. Ef hann er að tala um svona 8 tíma á dag í 5 daga vikunar, þá myndi ég segja að 400 skall er ekkit frábært. En líka maður ekki að vera að pæla í vinnunni. Vinnu álag, vinnu. Ég held að það sé ágætis vinnu álag á flugvirkjum. Já, þú veist, þetta er mjög og já, ég er að segja það. Þú veist, þú verður að taka það inn í málið væntanlega líka. Þetta eru manneskjur sem er að laga flugvélar. Reyndar er ekki tekið fram inn, en ég held að þeir sem er rosalega benefits líka. Já, ég myndi hugsa það sko. En þú ert aldrei að Þú ert ekki að taka það inn í eitthvað svona, já, það gerir launin mín alltaf. Já, nei. Þið fáið 5 hlaupáns á mánuði. Yes. Já. Þið fáið svona mini Baileys flösku sem er í flugvélunum. Þið fáið að eiga þær sem annað útrunnu. Þið fáið að eiga þær. En jú, ég held, þú veist, ég meina, svo ef maður að heyra flugmenn sem er ekkert með frábær laun heldur sko. En ég meina, ég veit náttúrulega ekkert hvernig þeir semjum sín laun, en þú veist. Nei. Þú veist,
væntanlega samkvæmt þessu þá eitthvað svona texti sem vinna eftir minnst, þú veist, ef þú er búin að vinna í 10 ár sem flugvirki og vinnur bara 8 tíma þú veist, eðlilega vinnuviku þá finnst mér 400 skall bara eitthvað djóks. Já, en ég meina 15 ár í rauninni til að fá þetta. Já, ég meina þú er búin að vera í vinnu 5 ári námi og 5 ári námi, 10 ári í vinnu, þú veist. það Ég kaupi það ekki alveg, sko. Ég kaupi það ekki að það sé bara Nei, ég leyfi mér að efast það, sko. Ef einhver sem að hlusta með skoðun á þessu þá má hann endilega kommenta á YouTube. Já, komið öll á YouTube og ég held að ef það væri 400 mánuði fyrir 15 ár þá væru fleiri flugslys. Já. Já. Algjörlega. En mér finnst mjög skrítið en að sé ekki fleiri flugslys. Það öruggasti ferðamátinn. Flugslys? Nei, flugvélar. En þetta gæti reynda verið fyrir utan alla yfirvinnu og þú veist, kannski eru þeir með kannski eru þeir að berjast fyrir að fá meiri yfirvinnu. Já, eða og minna borg. Meiri vinnu fyrir sömu laun. Ég vinn betur undir stressi. Það mjög vinsælt núna. Að vinna undir stressi? Að vera með svona meiri yfirvinnu fyrir ekki meiri pening. Já. Ég var að lesa grein áðan svona millennials og eitthvað rugl í Bandaríkjunum, svona, þú veist, hvað það og bara svona mjög tölfræðilegt stöf, hvað er erfitt að kaupa sér hús og bla 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 bla. Svo var ég bara búin að fatta að ég var búin að vera 40 mínútur að lesa eina grein og ég bara what the fuck, ég var komin hálfa leið. Það var frábær fucking grein samt maður og þeir eru bara eitthvað svona já, hérna er útreikningar á öllu í samræmi við í dag, þú veist. Ég man ekki hvað er það að vinna marga tíma til að köpa þér hús árið 1970 í Bandaríkjunum. Það var bara eitthvað svona 120 klukkutímar eða eitthvað, þetta var svona eða veist grín, þetta var bara eitthvað fáránlegt. Bara svona mætir í vinnunni í viku og þú veist, þetta er svo og bara fucking fárán, þú veist, það var svo margt sem maður spáði ekki, eins og þú veist, tók hótel sem dæmi, bara svona já dyramadurinn, þernunar receptionistinn, lyftugaurinn, þeir eru allir undir fyrirtækinu og þeir eru allir með benefits, þeir eru allir ekki sem í launum, en þeir eru allir undir sama fyrirtækinu. Núna er svona stofna fyrirtæki sem ráða inn fólk sem annað fólk. Já. Og þannig sleppur þau bara verktaka. Það er bara hræðilegt. Það er bara hræðilegt. Þetta er einmitt það sem hefur verið að gera með svona, við erum ethical fyrirtæki, við ráðum bara eitthvað og fólk er alltaf réttum launum, svo borgaðir einhverjum verktaka sem að er með undirverktaka sem er bara á engum launum. Það er verið að besta þetta út alla bæð, þessar verktakalegur sem eru bara mannsal. Þú myndir aldrei stofna þetta business model öðruvísi heldur en til að hilmiði mannsal. Það er ekkert annað benefit sem fylgir þessu. Nei. Eins og það var bara, þú veist það sem byggum við í Breiðholti í Fífuselinu, það var fyrir ofan hana þínverslun þar. Þar var einhver íbúðir og þú veist ég fór hana á hverjum degi og keypti mér lítið mjólk og þannig á efri hæðinni voru bara þrælar. Bara byggu einhverjir 40 þrælar í þræla íbúðunum. Shit maður. Ég finnst það allavega er IKEA að byggja húsindi þá. Já, nú fællist þetta. Þrælana sína. Já, ok. Ég er ekki að skýta yfir viljum banna lausagöngu þræla. Já. Shit. Skelfilegt. Svo líka, maður finnur svo mikið fyrir í svona þegar það eru svona blússandi góðari þá sko, þá er þetta að finna svo vel fyrir því að hérna það dettur sem sagt fólk dettur í að vil ekki vinna á hverja vinnu af því að það er svo mikið að vinna í boði. Það er einmitt það sem gerist á Íslandi og hefur gert svo oft áður. Mexikanar í Bandaríkjunum, Tyrkir í Þýskalandi, Pólverjar á Íslandi, bara, þú veist, ég meina bara, já. En svo kemur að því að allt fyrir hérna viftuna, skíturinn og þá allt í henni bara hvað? Allt þetta fólk er í öllum vinnunum sem við vildum ekki vinna, sem við ætlum að fara í hérna þegar allt fyrir í röglið. Já, en ég meina, þú veist
þetta er svo fyndið, þetta hefur gert svo oft áður ég veit ekki hvernig maður svona hvað, Já, þið vitið þetta alveg Já, þetta er bara eins og í Þýskalandi mitt, þetta er bara fucking bunan af Tyrkjum og ég meina, ég man þetta ekki alveg hvað árið þetta voru, þetta var svo til að byggja bara upp Þýskaland, þetta var sprengt í dællur en ég meina það var reyndar að mestu liti konur, það er mjög áhugaverð að saga baka það, bara svona konur byggðu allt aftur, af því að það voru töðir, eiginmennir en þú veist, allavega þetta er svo fyndið dæmi og það er svo fucking, það er eitt svo ógeðslega fyndið hérna, því ég var að vinna á Flúðum shout out til Garðar Olgeirssonar í Hellisholtum, við sjáumst fljótlega það var svona alltaf fólk eitthvað svona helvitis pólveri alltaf eitthvað, borðað eitthvað lauksúpu bara og efni fyrir mat og eitthvað, svo bara eitthvað byggðuðu sér geðveikt hús skuldlaust og þau bara svona fuck við erum, þetta er svo summa svo upp í Íslendinga líka eitthvað svona kaup geðsjúklinga rugl brjálaði. Það var líka eins og ég er búin að vera eins og er að vinna í sumar það var sem sagt, það voru 2 Íslendingar á öllu hótelinu sem að unnu vinnu. Já. Allir hinnir bara vinna ekki vinnu. Já. Þeir mæta í vinnuna og síðan svona væla þeir og eru ömulegir meðan pólverðin er að vinna, síðan fara Íslendingarnir í kaffi meðan pólverðin er að vinna og síðan fara Íslendingarnir í annað kaffi og drulliði pólverðina meðan pólverðin er að vinna og síðan þú veist eru þeir, það er bara þetta er ekki líka bara krakkani sko, fólk talar alltaf bara íslenski krakkar vinning í dag sem ég ger ekki, þetta eru bara Íslendingar. Íslendingar eru bara hauglatir, þeir eru það og bara skelfilegir í vinnu, þeir eru bara vestir. Ef ég var að stofna fyrirtæki, mér myndi aldrei þetta í huga ráða Íslendinga. Nei, það er bara svona, ertu ef ég hef valkost á einhverju öðru, þú veist. Bara need not apply. Það Já. Þeir eru vondir þessir Íslendingar. Tjók. Það er bara skelfilegt. Bara skelfilegt fólk. Já, ég er sammála þessu en það er samt en þú hefur unnið í Danmörku. Já. Ég hef unnið í Danmörku. Hvað ert að gera? Af hverju ert að vinna svona mikið? Herru, ég get nú sagt þér eina sögu. Segðu okkur. Sem að Segðu okkur starfsmaður mánaðarins 5 sinnum í röð. Nei, ég skal segja þér að ég komandi frá Íslandi sem ég vil segja mjög duglegur starfsmæður. Mjög duglegur, algjörlega. Ég veit ekki af hverju ég er duglegur en einhverjir aðrir Íslendingar, en yfirleitt flestir sem ég hef unnið með í þeim vinnum sem ég hef unnið í, allavega yfirleitt mjög duglegt fólk og það er ástæðan fyrir að ég er duglegur líka. Þegar ég var út í Danmörku þá var ég að þrífa fótboltavöllin og einn dag var hún að þrífa bara svona gangana upp í stúkunar og klukkan var eitthvað svona korter í 4 og við hættum að vinna 4. Við ætlum eftir að sópa saman, það var svona blásið niður, skilur öllu ruslinu niður á neðstöðina og svo sópaði þar saman og hendi í póka. Við vorum búin að taka alla stigagangana og vorum bara að setja í póka á næst síðasta ganginum og áttum bara eftir að sópa saman í síðast og setja í póka. Klukkan var korter í 4 og ég svona klárum að setja í póka og svona, herru, ok, tökum hérna og klárum hinn. Gæðina sem við vorum vinnum með voru bara, nei, klukkan er korter í 4, við hættum bara að vinna 4. Og ég svona, ef ekki bara klára þetta núna svo við þurfum ekki að vera að mæta auka dag á morgun, skilur, hvað, þetta tekur 2 mínútur. Bara, nei. Og þeir fóru bara, þeir voru bara nei. Shit. Og ég svona, ok, og ég kláraði þetta bara 1. Þú veist, tók mig bara 3-4 mínútur samt. Og þú veist, bara gæði fóttir í ömur, bara hei, ok, komið, þannig að við erum búin með allir gangana, bara geggjað. Hinu gaurindi bara fóru heim, bara nei. Þetta var mentality þannig úti líka. Það var bara, þú veist, ég veit alveg, það er, þú veist,
maður á ekkert að láta endilega taka sig í raskati alltaf en þú veist, come on þú veist, þú vinnur ég myndi alltaf vinna 5 mínútur lengur bara til þess að vinna 30 mínútur minna á sér vinnuna já, og þú veist, ég veit alveg að þú veist, til hvers að vera að taka þú veist, fyrirtæki mitt í raskatið með því að líka... vera láta þá borga auka dag fyrir að þrífa eitt fokkin stegagang þetta er sambarlegt því að elda eitthvað og þrífa diskana strax af því að það tekur svona 5 mínútur þá en svona 5 ár daginn eftir skilur það svona að vera alltaf bara svona það er líka svo það er svo leiðilegt eða þú veist ég var eins vinna sem þjóðn á landnámsseturinn til dæmis af svona þegar það er ekki búið að gera allt það er svona gauðs það er svo erfiðara þá þegar þú kemur og þá alltaf vera svona það er svona 100.000 sinnum erfiðara en svona gera hlutin það er svona eins og við vorum einhvern tímann að tala um þetta að vera alltaf að lenda á vaktinni sem að vinnur af því að það er alltaf því þá þarf alltaf að vinna og þá þú veist gerir maður þú veist preppar alltaf fyrir hina vaktina og síðan kemur hina vaktina og bara svona hey nice, allt preppað, við getum bara nefnað okkur ég hef svo oft lent í þessu að vera á vaktinni þetta er alltaf svona sem að vinnur hinn vaktin virðist bara einhvern veginn ekki vinna þú veist, ég hef lent í að vera í vinnum þar sem maður er mætt skilur og þurft að byrja á að gera daginn tilbúin fyrir sjálfan sig af því að eða þú veist, og ganga frá einhvern eftir það sem voru á undan og þú veist, svo gerir maður tilbúið fyrir áður en að maður skilar af sér þú veist, ég hef reyndar en eiginlega, ég held ég hef aldrei verið að vinna svona vinnu þar sem eru sko ég hef alltaf verið að vinna þannig að vaktin mín er alltaf með törn og svo tekur hinn vaktin við næstu törn, skilur ég, ekki svona ég er að vinna hérna klukkan 4 eða jú reyndar í hérna Karlstöðin, það var það þannig þá var náttúrulega bara 2 vaktir og það var bara þú veist, unni 8 tíma, svo kom næsta vakt var 8 tíma, 38 tíma þar var þetta oft svona maður bara eitthvað ok, byrjum hérna vaktin á að þrífa allar pönnurnar bara eitthvað, þú veist 400 pönnur sem þurft að þrífa og þú veist, yfirleitt enduði vaktin okkar á að þú veist, ganga frá öllu þannig að það var eitthvað að koma að þessu og byrja strax bara, nei það er leiðilega bara koma einhver og svona get ekki byrjað að gera vinnuna sín byrja svona þegar skít eða þegar ég var að tók hana það var reyndar held ég eitthvað svona tilfallandi þegar ég tók að mér hana svona testvakt hjá Kofogo í Danmarku sem kokkur þarna sous-vide fyrirtækið það var death metal ég mætti klukkan 7 morgunin eða eitthvað byrjuðum daginn á því að sem sagt fara yfir allt inventorið og að preppa allt og þrífa ógeðslega mikið og veist, svo var bara veist, lunch rush klára það, ganga frá öllu, preppa fyrir kvöldrush klára það, ganga frá öllu og þrífa allt eldhúsið, við erum að tala um sko færa frá eldavélar og þrífa allt what? Og fara yfir inventorið aftur eftir það sko þá var klukkan orðin yfir miðnætti okay, eins og ég var að segja hvernig var það að preppa hennar mat til dæmis? Það er ekkert rosalega mikið prep nei, ég er að segja það prep er basically að þú veist að því að það er allt gert eða tilbúður svo vakuumpakkað kom með það og þú veist það eru einhverjir réttir sem það eru einhverjir hlutir sem þarf að þú veist eins og brauð og eitthvað dót sem þarf að hítast og skera og eitthvað svona og svo eru aðri hlutir sem þarf að setja í pott og hýta á en þetta er ekkert eitthvað svona mannaskítur út allt fyrir aftan eldavélar skilur hvað við ekki, það er ekki búið að þrífa þær í mörg ár skilur já, ég ætla að segja að þú þurftir að gera þetta bara nánast, já, ég var bara náttúrulega eina vakt þannig að já, ok, ég ætla að vera bara þeir voru væntanlega að nýta fría vinnu og með mitt í að þrífa allt skilur ég var bara svona, þarf að gera þetta alltaf
Já, En svo svona ég hugsaði það fyrst ok, gera þetta bara alltaf nei, svo bara svona, já, þú fattar nei, það þeir voru að misnúta aðstöðun sína já það kemur fyrir ég ótt verið svona að gera hluti sem ég svona, þetta er ekki í mínum verkaring já, þetta er ekki ég ger ekki ristilskoðanir ok, nei inn á staðaskála inn á klóst Já, eitthvað svona- hvað er ég að gera eitthvað svona komin upp á Olbo og svona, heyrðu hvað þetta er eitthvað, Er þetta ekki aðeins? er þetta ást? Ég fór einmitt í ristilspeglunum daginn. nei, Jú, Hvernig var að borða ekki? Var það ekki svolítið? skelfilegt. Ég, sko, má ekki borða fasta fæðu í 3 daga og síðan 24 tíma fyrir mátt ekki borða neitt. Og þetta var svona, ég var ekkert svangur, eða maður svona svangur, finnur maður til. bara fær sér vasklas og þú veist það fer. Ég bara svona langaði svo mikið að borða. já, Það er bara, Já, bara svona já. þörfin að borða já, Já, og síðan, af hverju fórst þetta bara, nei, ég bara skýta blóði og stemmari og, nú, það skýta já, en var eitthvað að ha, var eitthvað að það var bara eitthvað blóð inni, sko. var var bara eitthvað blóð í maganu þínum Já, þú veist, það var eitthvað svona Varst að bólga í borða, efst í rislinum eitthvað. varst að borða blóð? Nei, ég var að vinna. Ég vann mér sem sagt inn á spítala. já, þetta var hérna þú varst með Magasár Já, þetta var samt Já. ekki í þetta var í rislinum, sko. já, ok, Herru, hvað er þú að vinna núna? Já, ég hætti mitt. Þú hættir þarna hjá eftir hann fór í ristu speglun Þú hættir þarna hjá þarna Það fannst uppsagnabrif hérna. Hálfvétu uppsagnabrif já, hérna, hljóðlega Fekk einmitt sko að vera með skjáinn sko fyrir Já, fram mig. næ, það þess að sjá inn í ristilina Ég sá inn í mig. er það gaman Já, ég var nógu dópaður til að væri ógeðslega gaman. og varst svona, hvað er þetta? hvað var ég að borða þarna? Síðan sko var hjúkar eitthvað að spyrja mig svona, þú veist, á hvort vildu þess að mildu eða sterkusbrautuna og ég var eitthvað svona hvað segir maður? Og ég bara eitthvað þau ákveði bara, herri á, þú færð bara sterkusbrautuna. Það er svo gott Síðan fór ég, sko eftir þetta var ég settur inn í eitthvað svona herbergi til að sofa úr mér. já, What? Þetta var sko ruddalega Varst í þægilegasti, flotation tank bara svo gott sem. Shit, ok Ég bara svona vafraði, þú veist, inn svona gang og fór á eitthvað svona sjúkrabetta sem var inn í svona gardínu og bara svona fekk eitthvað teppi og ég var bara svona, hvernig er þetta svona þægilegt? Ég var svona, ég var svona Shit. hrættur sko, það var Já bara svona þægilegt sensation overload Íbraði af Já, svona þægileika. geislaður af þægileika Það er komið samt, það er komið flótstofa í Reykjavík Nei, ha, nei, Jú, getum við farið núna? hvar? hún heitir flótstofan Ha? Það var Ertu ekki búin að djóka? Það var Carolina Fund og alls konar fyrir þetta fyrir Ég leitaði út allt í Danmörku að svona Við þurfum að, Það var- ég held við þurfum að gera þetta það var eitt í hérna Árhúsum Já, ég veit um nokkur í Þrándheimi og Bergen og það var ekki dýrt og það var bara svona pakka tilbúð fyrir 3 Jólagjöfin í hvað ár. sagði, flótstofan? Já, kíkt á flótstofan það er líka annað sem heitir, það er svona flót spa ég held að það sé með flotation tanks líka, það er hérna hjá frímararhúsinu við Granda, neðan Við hlem við Hlem það er ein svona flót spa þar Flótstofan Reykjavík Til að vera til að fljóta í frímurhúsinu. Já, við erum maður að fljótir Flótstofan? Ég er hættur Ha? Ég held ég var búin að segja frá þessu Ertu ekki að fokka í mér? Þetta er bara til Þetta er bara til Og það búið að stopna þetta og opna þetta og... Maður styrti þetta á sínum tíma maður Nei. Ég fæ samt ekki rosalega miklar upplýsingar um þetta 5 stjörnur, allir bara eitthvað Allir, það Það er flutu bara allir. geta markað, það verður örugglega enginn prófað þetta sem er að læka þetta Akkur engar Þetta getur verið alveg þú veist, 3.000 skall eða meira Það stendur hérna Já, upplýsingarnar flótstofuna stendur hjálpað okkar að opna fyrstu flótstofu landsins Það stendur ekkert meira Ha? Já, er þetta ennþá, þú veist, er ennþá að fenda þetta? Við skulum
við skulum aðtöða þetta betur. Og Býtu, anskotin. það er byrjað að elda. Í framkvæmd 126% safnað. Nauts. Þannig að það Já. kemur flottstofa. Já, Það er bók. það var eitthvað Hún er ekki komin. En hún það var eitthvað húsnæðismál held ég að verið, ef ég man rétt, en það var fyrir svolítið síðan sem ég held að við búin að Ég vil sátti með, þú veist, ha? eins og er að gerast niður í bæ, að maður geti farið og flotið og farið síðan og fengið sér Vietnamsamlöku. Með lem. Eða Og- fá sér hérna Ísleifur Ha- Heppni. hafið þið smakkað hérna Holy fuck. hafið þið smakkað hérna skúla bábann, Skúla ha? Já, var það sem er fyrir utan skóla. Ég örgulega? fekk mér hann með kimchi og einhverju geggjuðu. Já, var Hvað er það? ekki að geða þetta. Það var mjög gott, já. Það er svona bában, það er svona gufusóði brauð og svona vietnamst eitthvað. Það er eitt besti mati sem ég borðaði það var í Chicago. Það var shiitake bábann. Það er bara Borða Vietnamar mikið brauð? Neðra. Ég held ekki. En það er svona, þetta er svona ekki, þetta er ekki brauð tæknilega. Þetta er meira Já, svona þetta er svona- bolla. Bolla. Sjátt á Jimmy Salinas. Jimmy Jimmy Salinas. Já, Ég hringi á lín fyrir Já. því hvernig sem er. hola Jimmy. Já. Það er Asíubúar borða ekki mikið brauð þannig. Nei, það er meira svona eitthvað svona þeng í þengi, skilur. Já. Eins og dumplings eða En bá þýðir brauð. já, Er bában þá brauðbrauð? Brauðbrauð. já, þetta er bara svo salsasósa. Eða Amazon River. Amazon River, einmitt. Bában brauð. Ég Sjátt á til kokksins. Það er hérna Shout out. rússneskur kokkur hérna í eldhúsinu er að gera Það er að fara þetta í gang. rússneskan mat. Rússnesk jólaveisla. Hún er, já, það er fyrir að gera hérna Það er að gera borsch. brosh. Vam núsna pomosh. Ok. Hún þarf hjálp. Já. Já. Já, veist, Við getum alveg að fara að hjálpa henni. já, Já. Hvað hver að eru við bara búin að vera í klukkutíma? já, við tökum kannski bara pásu og Já. eldum og komum svo áttur. Já. Það er ekki gott. Eitt sem ég ætla að koma að núna af því að passar það svona að tala með rétt á þann. Já, Það sagði mér einhver að kengurú, það þýðir, ég veit það ekki. já, Það það, komu- já, þýðir ég Já, veit það ekki, af því ég veit ekki hvað það er. Það var reyndar hérna ég held að það sé Sé, fake news. já, getur við. En þetta er samt ógeðslega fyndið. Já. Ég veit það ekki. Ég Það man er ekki fucking rotta sem stekkur þarna. Kangaroo. Hvað finnst þér þetta heiti? Já. Þeir. Nei, hvað er þetta? Þetta var ekkert í gær, sko. Já. Þú veist með þetta. Þú ert Ég var að reyna að útskýra bábann fyrir einhvern tíðan og ég svona var svo mikið inn í því hvernig það smakkaðist að ég var bara að segja eitthvað. Þetta er svona ég vil ekki segja þetta er svo hræðilegt svona, já, þetta er svona svo smooth as a baby's bottom var ég að segja önsku. Það er svona svo að borða barnaras og ég var svona það er ekki gott, það er ekki gott, það er ekki alveg Nei. ekki alveg nógu bara gott. fara að elda. Já. Já, ég er orðin eitthvað svangur held ég. Herru, já. Herru, Það eru við, 6 manns að hlusta núna. Nei. jú, við skulum bara fara einn af okkur að hjálpa þetta. Já. Ég skal taka þetta á mig. Ok, ég og Dotti verum aðeins lengur. Við getum verið með svona unsupervised. Já. Já, nú er enginn að passa ykkur. Við erum sennilega bara að fara að hlusta á Smoko. Já. Já. Og- Nei, Það er- strákar, við tökum bara pásu, við byrjum bara áttur þetta. Já, ég held að sé sniður. Það eru Ég held 6 manns að hlusta. Já, ég meina Já, en ég held að þetta sé allt saman bottar. Live show 1010 hype as fuck stendur í kommentunum á það. Já, Nei. Þú veist, herðu Hei. já, Herðu þetta verður bara live hérna í frá. Og veitu hvað getum við ekki séð hverjir eru að horfa? Nei. Oh. Komment, herruðu, allir sem eru að horfa hendið í eitt gott komment.
Það var, já, Hendið gott nickname fyrir okkur. Við skulum kynna okkur sem það. hérðan í frá. Hérna frá munum við kynna okkur sem það. Það er enginn að kommenta. Sko. Það er enda pínur lagga á þessu, þannig að hann getur verið að... Já, þú ert ekki að segja þetta í útsendingunum núna. Leifum þess að koma í gegn. Hvað er svona... Já, ég er búin að missa allir svona. Er komið mikið meira af svona matatrykkum á Íslandi? Eða? Matatrykkum? Já. Það er einn á Skaganum. Nei. Fish and chips. Fish and chips, maður. Ha, Já. það er gott. Ég veit ekki, ég er ekki búin að smakka. Uh-huh. Ég sá þetta bara, ég var bara svona... Var fyrir utan Galito á föstudaginn og bara eitthvað... Er matatrykkur þarna? Það er svona matavagn. Já, matavagn aftan í trykk. Og bara svona á bílastæðinu hjá bæjar skrifstofunni þar. Ef einhver af þessum 10 sem er að hlusta er að selja matatrykk, þá erum við að leita okkur að hennum. Já, endilega seljið okkur hann. Já. Það er þið vel þegið. Djúvel verið til í það. Já. Já, ég er einmitt í samskiptum við mann sem gerði það. Hann er nú árinu yngri en ég held ég. Sem bara gerði það. Það er bara allt í gutti. Þannig að laxa hamborgarar held ég að sé eða eitthvað. Laxa hamborgarar? Já. Hvar getur maður nálgast það? Ég held að sínum bara niður í bæingstar. Djúvel finnst mér að hljóma hræðilega. Ég held að sé Þetta er mjög mikið eitthvað sem ég myndi letsa í sko. Já, ég myndi klárlega prófa það. Þetta er svo humarbílinn, það er stór hættulegt þegar þú ert að drekka. Hann fór sér humarsamlokuna. Humarsamloku þú ert að fá þér. Ég fór 2 með ekstra humari. Síðan líti ég á heimabóka minn og bara svona herðu, þarna fór það. Það fór það. Þar fór bara innistæðan fyrir lífið. Já, einmitt. Já, ég er að segja Heru, ég bara kíkti inn á heimbóka minni gær og var bara 150 skallir ríkari. Nei. Jú. Hvað? Ég veit ekki. Not a bot, segir Róbert Magnússon. Hann er ekki sko, botti. Hann er ekki botti, ég vissi það er eitthvað sem botti myndi segja. Nákvæmlega. Smarter child. Komið í kommentin. Ég ætla að fara að hlaupa og hjálpa á kokkurum. Já, ég held samt að við förum líka að gera það. Gæti verið. Ég held við ættum að pása þetta. Já. Við ætlum að hendi í pásu. Já, stoppum live. En við sjáumst. Stöðvið þetta brjálæði. Kannski eru líka fleiri sem eru til í að hlusta aðeins seinna eftir kvöldmat. Já, farið og dreifið þessu eins og ég held að sé þetta er að elda núna. Já, við erum öll að fara að elda. Eftir kvöldmat. Það er gott podcast. Já. Ríkur um eldinni. Þorri, nei, Pussy. Ha? Kassakissa. Er þetta Sunny D eða? Segðu já ef þetta er Sunny D. Þetta er ekki koma að pásu. Ég hafa bara svona ambience af okkur elda í gangi. Jú, það heldur betur. Þetta er sunnasól. Sunny D. Þetta er betra. Þetta verður ná hægt og rólega aðeins meira þeim. Jú. Ég held að hreindýrin, ef við varum allir með hreindýr. Hún sagði mér bara hreindýrið er best. Þannig að það verður fleiri. Did you buy it now? Stökk í buxur. Bara já. Þið takkið kjúklingin og það er búið að útbyrja. Svo bello. Já, við erum að gera hérna
Facebook síðu. Það er betra. Það gerir það eins og eitthvað. Þegar náttúrulega þegar við komum alltaf á landið þá getur maður gert það með rektu eða eitthvað. Ég held líka sko að staðista uppgreiðin væri að við getum einhvern veginn fært okkur hérðan Og þangað. og hingað. Og vera á sofanum með. Ég er bara, við þurfum bara að kaupa okkur mikrofónu þannig að sama hvaðan. Ég held að sé. Ég er bara svona... Ég á mikrofónstandi ykkur staðar. Já, ég er með ég ætla að fá Stjána í Gaddavír til að koma á þarna. Ég sagði, hvað með hérna mikrofón og eitthvað. Hvað með alls konar. Þetta er... Hvernig finnst þið standurinn okkur? Já, ekki. Já, við erum að taka upp. Kannski svona... Hend í pásu.